Eins og við höfum séð í fréttum liðina viku eru margar hænur sem hafa það alls ekki gott. Við fórum og hittum fólk sem hefur fundið leiðir til þess að njóta eggja frá sannarlega hamingjusömum hænum. Hvernig kunnið þið svona við ykkur inn í Hlíðunum? Með hænur út í garði? Við bara ákvaðum að fara í eigin ræktun. Ég er búin að vera svolítið að fylgjast með þeim hérna. Það eru kannski svolítið óþekkar. Það er flandrað dálítið mikið. Við finnum þær svona í aðliggjandi görðum þegar við komum heim. Það eru ekki alltaf heima. Það er ekkert að fara eitthvað svona út á götu eða í kringluna sem er bara hérna rétt hjá. Nei, þetta er hárfín lína milli þess að vera hamingjuhæna og vera hæna undir bíl. Og ertu búin að skýra þær einhverjum fallegum nöfnum? Þær heita eftir mæðrum okkar og systrum. Það er Jóna Ingibjörg Guðmundsdóttir og Margrét Sigursteinsdóttir. Þær eru byrjaðar að verpa báðar. Síðan er það Ásta Kristjánsdóttir og Steinunn Ragnarsdóttir. Þetta er kannski ekki beint svona hænuleg nöfn. Hvað eru hænuleg nöfn? En þú ert líka með hund, er honum alveg sama? Hann er ekki áhugasamur um þessar hænur. Honum finnst það leiðilegar. Já, þetta er bara því að þær eru hænur. Hann var ekkert sameiginlegt með þeim. Þú varst í einhvers konar fjarsambandi með hænu, skils mér. Ég sem að tók hænu í fóstur, fekk alltaf fréttir á hænuna. Og hvernig fréttir er maður að fá á svona hænu? Ef það er búið að vera vont veður og það er búið að vera kalt, eða það er búið að vera mikið inni eða mikið úti og bara þegar það er farið fjöðurum. Þekkið þið þessa hér? Hvað ertu með margar hænur á fermetra? Ég er með 4 hænur á fermetran. Það er löglegt. Það er löglegt og það er ekológískt, ég fæ allar vottanir. Ég er að safna í partí á laugardaginn, öll mjög lítil, sjá hvað lítil. Þau eru mjög sæt. Sæt? Já. Þú ert búin að finna einhverja leiðir til þess að þurfa ekki að nota egg. Sko, ég nota kjúklingabönir reglulega og þá sigta ég bara kjúklingabönir þegar þær eru tilbúnar. Ég get búið til marís úr því. Þú byrjar á því að sigta vatnið frá kjúklingabönunum. Flórsykur. Þá er þetta tilbúið til að fara inn í ofn, 100 gráður, 100 mínútur. Þá erum við búin að vera hérna í 100 mínútur að bíða. Vegan marínstóppar. Þú ert að gera ýmislegt við þetta. Þetta að setja þetta ávexti eða ís eða jafnvel setja eitthvað í þetta líka, súkkulaði, fíkjur, jólum. Mæli með. Þú smakkar það?